Elvar Magnússon heilsar hér aftur á sporttv.is. Styttist í seinni hálfleiki viðureign Þróttar og Leiknis í fyrstu deild karla. Leiknismenn með öll spil á hendi eftir fyrri hálfleikin. Þróttur 0, Leiknir 3, Sindri Björnsson, Hilmar Árni Halldórsson og Kristján Páll Jónsson með mörkin. Kristján Páll lagði upp fyrstu 2 mörkin. Hirti boltan fyrst af Karli Brynjari Björnssoni í fyrsta markinu, svo af Hlínu Haugsinni í öðru markinu og síðan fekk hann sendingu frá Brynjari Hlöðversinni í þriðja markinu. Þannig að staðan er Þróttur 0, Leiknir 3 í hálfleiknum. Nú að gerast í íslenska boltanum í kvöld og við skulum kannski líta á hvaða leikir hafa verið í boði þar. 2 leikjum í fyrstu deild karla lokið. KA tapaði fyrir Grindavík. KA 1, Grindavík 2 og Víkingur Ólafsvík tapaði fyrir BÍ Bolungarvík. Víkingur Ólafsvík 2, BÍ Bolungarvík 4. Grindavík og BÍ Bolungarvík gengið afskaplega illa það sem af þessu tímabili en náðu sér í mikilvæg stig í kvöld. Í Pepsi-deild karla eru staðfestu úrslit úr einum leik. Keflavík 1, IBVF 2. IBVF jafnaði 85. mínútu, skoraði sigurmarkið í uppbótartíma. Það komin inn viðtöl inn á fótbolta.net úr þeim leik og einnig komið viðtal við Jörund Áka Sveinsson, þjálfari BÍ Bolungarvíkur, fyrir þá sem hafa áhuga. Klukkan 19:15 hófust 2 leikir í Pepsi-deildinni, þannig að lítið eftir af þeim. Breiðablik að vinna Þór 3-1 og KR að vinna Víking 2-0. Svo er einn leikur sem hófst klukkan 8, Fjölnir Fylkir. Kristófer Tsonis og Gunnar Már Guðmundsson með mörkin fyrir Fjölni. 2-0 á móti Árbæingum, gengur illa hjá þeim appelsínugulu. Hérna eru Þróttarar mættir út, hressir og kátir. En Leiknismenn þeir láta bíða aðeins lengur eftir sér. Það er skipting hjá Þrótturum í uppsiglingu og með þess að 2-föld skipting sýnist mér. Sýnist að Hallur Hallsson sé að gera sig kláran hana og Matt Eliasson, Bandaríkjamaðurinn. Þannig að Greg Wright er ekki sáttur við sína menn í fyrri hálfleik, 3-0 undir af honum loknum og hann býður ekki boðana. Ætlar að gera hérna 2-falda skiptingu bara strax í hálfleiknum. Notum tækifærið og rennum yfir liðin. Liðið hjá Leikni. Þannig skipað að í markinu er Eyjólfur Tómasson. Aðrir leikmenn eru Brandon Scott, Eiríkur Ingi Magnússon, Edvard Börkur Óttarsson, Sindri Björnsson, Matt Horth, Brynjar Hlöðversson, Kristján Páll Jónsson, Hilmar Árni Halldórsson, Vigfús Arnar Jósefsson og Gestur Ingi Harðarsson. Óttar Bjarni Guðmundsson meiddist í upphitun fyrir leik, var vist eitthvað tæpur og komst ekki gegnum upphitun og Gestur Ingi kom því inn í staðinn. Kom í ljós hverju það eru sem að fara af velli fyrir Hall og Matt Eliasson. Andri Björn í strækjörnum, hann er ennþá inn á. Sýnist svona í fljótu bragði að Aron Lloyd Green sé allavega farinn af velli. Og Rafnandri Haraldsson einnig. Já, mér sýnist það allavega. Þetta kemur allt saman í ljós þegar
líða fyrir á seinni hálfleikinn. Skímum aðeins eftir þessu. Þetta Sindri Björnsson og hann með frábæra sendingu en Trausti vel vakandi hana í markinu. Kemur út á hárréttum tíma. Hérna Matt Eliasson í baráttunni kominn inn á. Nei, Rafn Andri hann ennþá inn á hjá Þrótturunum. Þróttur gerði tvöfalda skiptingu í hálfleik. Að velli fóru nr. 7, Alexander Veigar Þórarinsson og nr. 13, Aron Lloyd Green. Þá veitum við það, Alexander Veigar Þórarinsson og Aron Lloyd Green fóru að velli. Hallur Hallsson og Matt Eliasson komu inn á. Og spurning hvort að þetta breyti ykkur fyrir Þróttara. Hér eru þeir allavega í hörkufæri en búið að flagga. Ná að koma knettinum í netið en þetta er rangstaða. Það hefði verið öflugt hjá þeim að senda skilaboð hérna strax í upphafi seinni hálfleiks en Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðardómari var þarna búinn að lyfta flaggi sínu. Og þetta mark stendur því ekki. Matthew Eliasson, nr. 23. Leiklokið á KR vellinum, KR 2, Víkingur Reykjavík 0. Lokatölurnar þar. Hérna aukaspyrna, gult spjald. Eiríkur Ingi Magnússon, leikmaður Leiknis, fær hérna að líta gula spjaldið. Það Karl Brynjar Björnsson sem að tekur hérna spyrnuna. En hún fer þarna aftur fyrir endalínuna. Matt Eliasson hérna með þessa sendingu. Vilhjálmur Pálmason með sendinguna fyrir auðvelt viðragnar fyrir Eyjólf Tómasson í marki Leiknis. Brynjar Hlöðversson með boltinn tilbaka á Brandon Scott og hann hérna með sendinguna á Matt Horth. Ekkert dæmt á þetta. Hallur Hallsson þarna öflugur. Gerði þetta bara vel. Karl Brynjar með boltan tilbaka á Trausta. Hérna það Sindri Björnsson og Sindri. Nei, Þróttarar vinna boltan. Hérna það Rafn Andri og hann vippa boltar upp hérna á Andra Björn. Það er vel gert þarna hjá Gesti Inga í vörninni hjá Leiknismönnum. Búinn að eiga prýðisleik. Gestur búinn að vera flottur í vörninni. Kominn í lið á síðustu stundu eins og áður hefur komið fram. Brandon með boltan hérna og Kristján Páll kemur honum fram. Þróttarar reyna að finna einhverja glöfur, það gengur erfiðlega. Lokatölur í Kópavoginum, Breiðablik 3, Þór 2. Þórður Birgisson náði að minnka munin hérna í uppbótartíma.
Hérna aukaspyrna á hættulegum stað sem að Þróttarar fá. Brotið þarna Matt Eliasson. Leiknismenn ekki sáttir en Sigurður Óli stendur náttúrulega fast á sínu. Reikumenn hann í burtu. Lyftir upp flautu sinni. Þróttarar þurfa að bíða til því að flautan gjallur áður en þeir geta tekið þessa spyrnu. Varnarvökkurinn á sínu stað. Ekkert spray komið í íslenska boltan. Það getur komið næsta sumar. Kiddi Jager allavega til í það. Sagði það í viðtali í dag. Hér kemur aukaspyrnan, hún slök. Máttlítil og örugglega yfir markið. Þarna eru Kalli og Edvard Börkur, er það ekki? Brynjar Hlöðversson og Kalli sem voru eitthvað þarna að kýtast og þá bara haldinn sáttafundur. Allir vinir, allir sáttir. Þessi fundur gekk alveg prýðilega. Heldur áfram að rigna hérna í Laugardalnum en áhorfendur í góðu skjóli undir þessari fínu stúku hérna á Valbjarnarvellinum. Hér stórhættuleg sending. Kristján Páll kominn í vanlega stöðunar að koma knættinu fyrir og Þróttarar hérna í smá vandræðum með að koma þessu bolta frá. Matt Horth mættur hérna og hann skallar hann en þeir reynsa frá. Áframöndur sókn leiknismanna Brynjar Hlöðversson á Kristján Páll. Þeir eru búin í tómum vandræðum með Kristján. Þróttarar og svo kemur misendusending frá Brynjari Hlöðversinni. Þannig já, fínast aðstæða hérna á Valbjarnarvellinum. Þetta verður þó ekki flottasta stúkan í fyrstu deild næsta sumar. Allar líkur að því að það verði í lautinni sem að sú stúka verður. Fylkir að tapa fyrir Fjölni 2-0. Það á ýmislegt eftir að gerast. Skulum ekki bóka neitt. Sjáu hérna enn og aftur að tefla þarna á tæpasta vaði í vörninni hjá Þrótti. Fyrstu 2 mörk leiknismanna í þessum leik koma algjörlega á silfurfati frá Þrótturum. Þarna var Matt Horth í baráttunni við Kalla og Trausti kom síðan á góðum tíma út úr marki sínu. Leiknismenn að halda skipulagi vel og Þróttarar ekki að finna mikla glufur á vörn þeirra. Vilhjálmur Pálmason hérna með boltan. Vilhjálmur með sendingu fyrir markið en þetta aftur fyrir Eiríkur Ingi setti þarna flotta pressu á hann og gerði þetta vel. Leiknismenn eiga þetta innkast. Tíminn vinnur svo sannarlega með gestunum hér í Laugardalnum. Brynjar Hlöðversson kemur boltanum hérna fram. Það er smá harka hérna í gangi, brotið af Vigfúsi Arnari Jósefssyni, miðjumanni leiknismanna. Þeir fá hérna aukaspyrnu akkurát á miðjumvellinum. Vigfús Arnar skiptir hérna yfir út til hægri og Kristján Páll. Hvað móttækan að svíkja hann þannig? Misreiknað þetta.
Fyrstu 10 mínúturnar af seinni hálfleik afskaplega rólegar. Leiknir að gefa fá færi á sér og svo staðinu núna er ekkert sem að bendi til þess að þetta endi með einhverju öðru heldur en öruggum leiknissigri. Kalli hann að brotlegur breyta á bandaríska sóknarmanninu Matt Horth. Vigfús Arnar Jósefsson býr sig undir að taka þessa aukaspyrnu. Dómarinn flautar og Vigfús Arnar og sjáum hann að blautur boltinn er eitthvað aðeins að vefjast þarna fyrir Trausta í markinu en hann er á endanum að handsama þetta. Engastjarna sem að Leiknismenn fá. Freyr og Davíð þjálfara Leiknis búnir að senda sína varamenn að hita. Allt útlit fyrir það að þeir geti jafnvel nýtt sér þau forréttindi að hvíla einhverja menn. Reyta rúm vika í næsta leiki á Leikni. Þannig að leikjálæðið er ekkert að fara með menn. Kemur sending fyrir markið. Þannig að Edvard Börkur lá í grasinu miðvörður Leiknismanna. Eiríkur Ingi hitti boltan illa. Þá kemur Kalli, gefur á Hall hérna á miðjunni. Halli kom inn á í hálfleik fyrir Aron Lloyd Green. Þá getist pláss. Það er nú að gerast hraðar hjá Þrótturum. Já, þessi bolti hérna siglir út fyrir endalínuna. Sjáum hérna Kristján Pál, hann með sendinguna fyrir markið og Matt Horth með skallan framhjá. Matt Horth skallar boltanina fram á Sindra Björnsson. Sindri ekki búinn að vera jafn ábyrgandi og var í upphafi leiks. Karl Brynjar kemur boltanum á Hlyn Hauksson. Vilhjálmur Pálmarsson náði ekki að kontról á knettinum og þetta er aukaspyrna. Hlynur Hauksson þarna brotlegur og hann fer í bókina. Leikmaður númer 14 braut þarna grótarlega af sér við hliðarlínuna. Akkurat upp við varamannaskýlið hjá Leiknismönnum. Hérna er það Vigfús Arnar með sendingun inn á teginn. Þessi bolti í loft upp. Svo kemur bara hreinsun hérna frá Aron Ími langt fram völlinn.
60 mínútur rúmar liðnar, lítið í gangi þessa stundina. Leiknismenn með öll tök á leiknum og maður svona skynjar það akt og bítandi á Þróttur að vonleysið að færast yfir. Þeir hafa ekki trúið sjálfir að þeir geti fengið eitthvað úr þessum leik. Það er Leiknismenn búin að skora. Þeir búin að fá á sig 3 mörk þar sem af tímabili. Og það væri algjörlega út úr karakter hjá þeim að fá á sig 3 mörk núna á síðasta hálftímanum. En allt getur gerst í fótbolta. Kristján Páll hérna reynsa fram. Og hérna skot. Ágæti skottilraun að gera. Ragnar Pétursson með þetta skot fyrir Þróttara. En boltinn flaug þarna fram hjá markinu. Virtist vera þarna naumlega fram hjá. Þrátt fyrir að Jólu Tómasson virtist ekki hafa teljandi áhyggjur þarna í markinu. Sindri Björnsson, Hilmar Árni Halldórsson og Kristján Páll Jónsson með mörkin hér á Valbjarnarvelli í kvöld og vonandi verða þau fleiri. Eiríkur kastar boltanum inn, Kalli skalla þennan frá og Þróttar að koma hérna í sókninni. Ekki nægilega góð sending frá Ragnari og þá er það Brandon með sendingu, reyndi þarna að finna Matt Horth en boltinn aðeins svo fastur. Ekki nægilega góð sending, en hugmyndi fín. Reyndi að leita þarna upp landa sinn. Bandaríkjamenn fjallu keppni á HM í gær. En Brandon og Matt Horth er að fara að landa 3 stöðum í kvöld. Enn og aftur gestur að gera frábærlega hérna í börninni. Verður heldur betur skila sínu eftir að hafa komið hérna inn í byrjunarliði rétt fyrir leik vegna meiðsla. Hefur verið afskaplega öflugur í hjartavarnarinnar hjá Leikni. Langur bolti þarna hjá Eyjólfi. Hann fer alla leið bara yfir á gamla varamarkmanninn hans, Trausta Sigurbjörnsson. Hlöður að skalla þennan hérna fram. 64 mínútur á klukkunni. Ég held að Leiknismenn kvart ekki mikið yfir úrslitunum í hinum 2 leikjunum í fyrstu deild í kvöld. Þetta skot beint á Eyjólf. Víkingur Ólafsvík sem var bara 2 stigum eftir Leikni fyrir kvöldið, tapaði óvænt á heimavelli fyrir BÍ Bolungarvík. Þannig að nú geta Leiknismenn slitið sig vel frá Ólafsvíkingum. Þróttar er náttúrulega í 4. sætinu. Þannig að Leiknismenn að koma sér í þægilega stöðu með sigri. Glæsilega gert hérna hjá Kristjáni Páli, hann á Brynjar Hlöðversson, en ekki vel gert hjá honum. Sendingi bara beint þarna á Kalla. Þróttar að snúa vörn í sókn. Vigfús Arnar með sendinguna hérna á Sindri á Kristján Pál. Kristján Pál reynir hann að renna sér í boltan, það gengur ekki. Og Hlynur Hauksson bakverður Þróttar gefur hérna á Hall Hallsson, hann séðan á Kalla og Kalli sendir yfir á félaga sinn
í miðverðinum, Hreyninga Örnólfsson, Hreyningi, langa bolta fram, Andri Björn tekur vel á móti knettinum og hérna er Ragnar Pétursson og hann með boltan hérna á vinstri kantinn og bolti fyrir en í varnarmann. Og það eru tíðindi úr Grafarvoginum, Fylkismenn að minnka munin á móti Fjölni í Pepsi-deildinni. Sá leikur hófst á sama tíma og þessi, þannig að við erum samferða þeim í Grafarvoginum. Stefán Ragnar Guðlaugsson varnarmaður að minnka munin á 67. mínútu. 2-2, ég skal segja ykkur það. Kristján Valdimarsson, það eru varnarmennir sem vera að sjáum þetta fyrir Fylki núna og hér er árekstur og aukaspyrna á Þróttara. Láta þarna í sér heyra á hliðalínunni. Það er fyrir fremstur í flokki Erlingur Jack. Sér að þetta sé hérna vitleysa að koma þarna hörku árekstur. Já, var þarna hörku árekstur. Ef það er einhver leikmaður í fyrstdeild, ef ég fengi að velja mér eitthvað leikmaður í fyrstdeild kalla til að lenda í árekstri við, þá myndi ég ekki velja Eyjólf Tómasson markvörð leiknismanna. Gengur undir viðurnefninu vélmennið í Breiðholtinu. Þetta fann hann ekki fyrir þessu. Já, Þróttarar eitthvað ósáttir þarna, en ég held að þetta hefur bara verið hárréttur dómur hjá Sigurð Óla. Fjölnismenn óbúslega kærulausir þessa stundina, segir hérna í textalýsingu Gunnars Birgissonar frá leik Fjölnis og Fylkis. Eins og áður sagði, Fjölnir 2, Fylki 2, Stefán Ragnar Guðlaugsson minnkaði mun á 67. mínútu og Kristján Valdimarsson jafnaði sann á 69. Og þetta er bullandi leikur 20 mínútur eftir þar og spennan alls ráðandi. Spennan er eitthvað minni hérna, en Þróttarar geta nú alveg aðeins hleypt þessu upp með að þeir ná að koma inn marki. Matt Eliasson sem eru hérna, renna þeir á blautum vellinum og leiknismenn að komast hérna í dauðafæri. Sindri Björnsson sem skoraði fyrsta markið og Sindri, hvað gerir hann nú þessu? Hann er að koma boltanum hérna á Matt og Matt með skoti í stöngina. Þarna bjargaði stöngin Þrótturum, bandaríkjamaðurinn Matt Horth. Náttúrulega tveir Matt þarna, báðir bandaríkjamenn í sitt hvoru liðinu. En leiknismenn er það Matt Horth sem átti þetta skot. Þetta er stór hættulega skyndisókn. Matt Horth opnaði markareikning sinn fyrir leikni í síðustu umferð þegar hann skoraði gegn Víkingi Ólafsvík. Hafði þar áður átt stangarskot á móti Skagamönnum þar sem hann hefði getað komið leiknismönnum í 2-0 í þeim leik. Í staðinn þá voru það Skagamenn sem jöfnuðu og unnu síðan leikinn 2-1. En hérna er það Hilmar Árni og frábær markvarsla hjá Trausta Sigurbjörnsinni. Glæsilegt skot hjá Hilmari og markvarslan upp á 10 hjá Trausta Sigurbjörnsinni bjargar þessu í horn. Léleg hornspyrna hjá Vigfús Arnari.
Brynjar Hlöðversson, Matt Horth, setjum við hér á Hilmar Árna, Hilmar og Brynjar. Brynjar reyndi þarna að finna Hilmar, boltinn af Þróttara, þarna við hliðarlínuna og í innkast. Brandon Scott, hann var í ameríska fótboltanum þegar hann var yngri, getur kasta langt. Þetta er Björn þarna að skilja boltanum vel og svo kemur löng sending fram, þetta aftur tilbaka á Eyjólf Tómasson. Vigfús Arnar þarna með sendingu sem ratar ekki á Hilmar Árna. Trausti. Vel gert þarna hjá Brynjari Hlöðversinni. Hilmar Árni gerir þetta vel og Hilmar Árni sækir hérna að miðjunni, tekur skotið og Trausti nær naumlega að verja þennan bolta en nær ekki að halda honum inn á hornspyrna. Hörku skot hjá Hilmari Árna og allt útlit fyrir það að Þróttarar sé einfaldlega bara búin að leggja árar í bát. Leiknismenn búinir að ógna vel hérna síðustu mínútur, búin að eiga stangarskot og Trausti búin að bjarga í tvígang virkilega vel. Eins og þetta er að þróast núna þá er líklega að við fáum 4. mark Leiknismanna heldur en að Þróttarar minnki munin. Þetta er það Vigfús með settinguna fyrir og þá hvar endar þessi bolti? Nei, hann endar hjá Þrótturum, búið að dæma. Þarna var keyrt í Brynjar Hlöðversson og guldspjald. Og Karl Brynjar lætur eitthvað í sér heyra þarna eftir þetta og fær rauðaspjaldið. Ég skal segja ykkur það, ekki það gáfulegasta sem maður hefur séð. Karl Brynjar Björnsson, fyrirliði Þróttar, lætur reka sig hérna af velli. Þetta ætlar að enda í algjöru martraðakvöldi fyrir Þróttara. Karl Brynjar algjör lykilmaður í vörn þeirra og eitt helsta vopn þeirra í föstum leikatriðum einnig. Hann verður ekki með í næsta leik, hann er komin í leikbann. Þetta reka sig hérna út af í stöðunni 3-0 fyrir Leikni. Þá held ég að við getum farið að setja staðfest svigan við það að Leiknismenn er að fara að skjótast á toppinn í fyrstu deild karla. 3 mörkum yfir manni fleiri og 15 mínútur til leiksloka. Brynjar Hlöðversson kemur hérna sendingu á Matt Horth en einhver samskipt og örðuleikar þeirra á milli. Vilhjálmur Pálmason er búinn að færa sig þarna í bakvörðin hjá Þrótti og Hlynur Hauksson fór úr bakvörðinum og í hjarta varnarinnar eftir rauðaspjaldið hjá Karli. Eyjólfur Tómasson, öflugur, búinn að vera sterkur í þessum leik.
Erlingur Jack, aðstoðarþjálfari Þróttar, ræðir hérna við Birgi Sigurðarsson, aðstoðardómara, meðan Þróttar að gera hérna skiptingu. Rafn Andri tekinn af velli og Kristján Einar Auðunsson kemur inn á í hans stað. Þessi skipting hér á 77. mínútu leiksins. Samkvæmt allavega vallarklukku. Þetta innkast sem að Þróttar að eiga. Inn á vellinn mætti Kristján Einar Auðunsson nr. 2 á velli fór. Svo ég sagði það staðan 2-2 í leik Fjölnis og Fylkis og Gunnar Birgisson, fréttaritari fótbolta.net, segir að Fylkismenn séu mun líklegri til að ná inn sigurmarkinu en heimamenn. Segir að Fjölnismenn séu heillum horfnir og virðast ekki geta náð sendingu sín á milli án þess að Fylkismaður komist inn í hana. Hérna er það Leiknismenn sem er að gera skiptingu. Ólafur Hrannar Kristjánsson sýnist mér sem er að fara að koma inn á. Hann er fyrirliði liðsins en hefur verið meiddur nánast allt tímabilið. Fótbrotnaði í byrjun tímabils og hefur því ekki getað spilað. Matt Horth, hinn sóknarmaðurinn hjá Leikni, hann var einnig meiddur í upphafi tímabils og Leiknir byrjaði tímabilsbilið án sóknarmanns. Voru að spila meðal annars með Fannar Þór Arnarsson, miðjumann sem svona falska níu. Þar voru það föstu leikatriðin sem voru ansi drjúg fyrir þá í upphafi tímabils og nú hafa þeir bætt við mörkum úr opnum leik líka. Fá að sig sára fá mörk. Þannig að þetta lítur allt saman afskaplega vel út hjá Leikni. En hún er brellin og brönd á þessi fyrsta deild og hlutnir eru fljótir að breytast. Ótrúlega úrslit sem við sjáum bara í hverri einustu umferð í deildinni og minnum á það að við sínum leik á morgun IA KVAF á Skaganum. Þarna virðist þetta að fara baki á Matt Horth en ekki dæmt. Andri Björn. Og þetta er misrætnusending hjá Vilhjálmi Pálmasinni. Brynjar Hlöðversson, sendingu hér á Sindra Björnsson, hann á Kristján Pál. Kristján Pál dreiði svolítið af honum í þessum leik. Var með sýningu bara í fyrri hálfleik. Brynjar Hlöðversson, hann er tekinn hérna af velli og Ólafur Hrannar Kristjánsson kemur inn í hans stað. Brynjar Hlöðversson þakkar áhorfendum fyrir stuðninginn þegar hann fer hérna af velli. Búinn að skila sínu starfi afskaplega vel. Hann er í þessu fræga ruslara hlutverki þarna á miðjunni hjá Leikni. Og nú breytaði við þannig að Sindri Björnsson tekur það hlutverk. Og hér eru Þróttarar með skot í hliðarnetið. Matt Eliasson. Á velli fór nr. 11 Brynjar Hlöðversson. Inn á vellinn tölti Ólafur Hrannar Kristjánsson nr. 6. Ólafur Hrannar kominn með fyrirliðabandið á arminn. Uppalinn Leiknismaður og er merktur Leikni á brjóstkassan. Húðflúrað Leiknismerkið. Ólíklegt að hann skipti lið. Hallur Hallsson las þetta vel. Næstu heimaleikir Þróttar og stelpurnar
spila á sunnudaginn kemur við Höll hérna á Þróttavelli klukkan 4 á sunnudaginn og klukkan 6 á mánudaginn kemur taka strákarnir á móti IBVF í bikarnum. Síðustu 10 mínúturnar framundan í þessum leik. Lítið að frétta. Bara spurning hversu stór verður sigur Leiknismanna. Vigfús Arnar gefur hérna á Hilmar Árna. Hilmar Árni með skotið og enn og aftur er það Trausti Sigurbjörnsson sem sér við honum. Hilmar Árni búinn að vera í þrígang líklegur hérna í seinni hálfleik en í öll skiptin hefur það verið Hilmar Árni Halldórsson sem hefur komið til bjargar. Sævar Freyr Alexandersson að koma hérna inn á í staðinn fyrir Eirík Inga Magnússon. Sævar Freyr vantilega fer beint í hægri bakvörðin bara. Getur einnig spilað sem sóknarmaður en er einnig list hægri bakvörðin. Sævar í treyju nummer 18. Kemur í staðinn fyrir Eirík Inga Magnússon sem er nummer 4. Við fáum þetta allt á skjáinn eins og þetta á að vera. Hilmar Árni hérna með sendinguna fyrir og hér er Barningur í teiknum. Þeir ná að hreinsa boltan frá. Þetta er að guldspjald á Edvard Börk Óttarsson kom til liðs við Leikni frá Tindastóli fyrir þetta tímabil. Hérna er lofandi sókn Leiknismanna. Matt Horf með sendinguna á Hilmar Árna. Hilmar Árni með boltan á Ólaf Hrannar og Ólafur Hrannar rennir boltanum út á Sindra Björnsson og Sindri Björnsson hittir boltan ekki nægilega vel. Framhjá fer hann. Það voru að koma skilaboð, það voru að koma tíðindi. Fjölnir 2, Fylkir 3. Fjölnismenn sem hafa ekki unnið síðan í annarri umferð Pepsi-deildarinnar komust 2-0 yfir á móti Fylkismönnum. Ég held að grínið sem ég kom með áðan, þar sem ég var að gera grín að fyrstu deildarstúkunni þeirra hafi eitthvað gert á verkum. Náði að vekja Fylkismenn sem var svarað með 3 mörkum. Andrew Sousa að skora 84. mínútu og koma Fylkismönnum yfir. Hörkuleikur í gangi þar. Lífsnauðsynlegur sigur Fylkismanna ef að þeir ná að landa 3 stigum í kvöld. Hér er enn eitt hörkuskotið að þessu sinni Sindri Björnsson en Trausti Sigurbjörnsson hefur svo sannarlega bara komið í veg fyrir það að Leiknismenn hafi bætt við mörkum.
bara hérna eftir hotspituna. Sindri Björnsson kemur boltanum hérna á Sævar Frey Alexandersson. Eins og nafni gefur til kynna þá er hann bróðir þjálfara Leiknis Freys Alexanderssonar. Þetta er Ólafur Hrannar fyrirliði Leiknis. Ólafur Hrannar á Kristján Pál, hann er boltanum hérna á Sindra Björnsson á miðjunni. Hann framlengir á Vigfús Arnar, vel gert hjá Leiknismönnum. Koma boltanum hérna á Hilmar Árna. Hilmar Árni með 1 mark í kvöld, reynir þarna að ná en öðru, skotið ekki nægilega öflugt. Sindri Björnsson, Hilmar Árni og Kristján Páll Jónsson með mörk Leiknis, öll komu þau í fyrri hálfleik og hér er síðan skipting. Það er annar Leiknismaður sem er að stíga upp úr meiðslum. Aron Fuego Danielsson er hérna að koma inn á og það fyrir Kristján Páll Jónsson. Kristján Páll Jónsson lagði upp fyrsta markið, lagði upp annað markið, skoraði þriðja markið og hann fær hérna bara heiðuskiptingu á 88. mínútu og inn kemur Aron Fuego Danielsson í sinu fyrsta leik í sumar. Held ég geti fullyrt að og inn á kom Sævar Freyr Alexandersson nr. 18. Núna tölti að velli Kristján Páll Jónsson nr. 15. Og inn á skundaði nr. 17 Aron Danielsson. Góðan gott kvöld. Já, sínst að markmannsþjálfari Þróttar sé bara búinn að játa sig sigraðan. Hann er bara farinn heim. Yfirgefur bara hérna völlinn. Þorsteinn Magnússon, hér er brot. Já. Keyrður niður hana Matt Horth. Sindri Björnsson tekur hérna aukaspyrnuna, beið eftir því að boltinn stöðvaði. Komur hann síðan á Aron Fuego. Aron Fuego nýr kominn inn á með þessa sendingu og boltinn hann fleyttist af varnarmanni en síðan í öruggar hendur Trausta. Hér er hörðbarátta. Þetta Börkur las þetta vel. Gylfason er búinn að senda Hauk Lárusson í fremstu víglínu í leik Fjölnis og Fylkis. Það er komið í uppbótar tíma í Pepsi-deildinni. Fjölnir 2, Fylkir 3. Athyglisverð úrslit í íslenska boltanum í kvöld, svo ekki sé meira sagt. IBVF á sínum fyrsta sigri og Fylkismenn að landa sigri í Grafarvoginum. Og Breiðablik með sinn fyrsta sigur líka, vissulega, unnu Þórsarana. Hvorki gengunni rekur hjá Þórsurum. B. Bolungarvík og Grindavík með sjálfsíða sigra í fyrstu deildinni. Þannig að það er ólíklegt að það séu margir tipparar sem er að fá eitthvað mikið fyrir peningin í kvöld. Og hérna er það Ólafur Hrannar sem að fleytir boltanum fram á Aron.
Þetta leikur sem að Þróttarar vilja vantarlega gleyma sem fyrst og þá kannski helst fyrirliðin þeirra Karl Brynjar Björnsson gaf fyrsta markið og lætur sig hann reka sig út af í 3-0 tapi. Leiknismenn verið flottir, virkilega vel skipulaðir, baráttuglaðir. Eru búin að gera þetta bara hörku vel og eru að endurheimta menn úr meiðslum, þannig að breiddin verður betri. Aron Fuego með settingin á tegin og Matt Horth rennir boltanum og þarna nær Trausti enn og aftur að bjarga Þrótturum. Ótrúlegt að það sé ekki komið Leiknismark hérna í seinni hálfleik. Það er bara einn maður sem við séð til þess að svo það er Trausti Sigurbjörnsson markinu. Það er uppbótartími í gangi og áhorfendur farnir að tínast af vellinum, allavega áhorfendur á bandi Þróttar. Þeir fengu ekki mikið fyrir peningin í dag. Minnum enn og aftur á það að Ía KVF er sýndur í beinni útsendingu hjá okkur annað kvöld. Höldum áfram að sýna leiki í fyrstu deildinni í beinni hjá okkur. Vigfús Arnar með hotspituna og hér er skalli. Það er hérna Sævar Freyr Alexandersson sem náði skallanum en hann var mátt lítill. Jæja, þetta er ágætlega gert en ekki mikil hjálp þarna, það var bara að reyna að fara sjálfur. Nei, með naumindum náði Gestur Ingi Harðarsson að bjarga þessu og þá flautar Sigurður Óli Þorleifsson dómari til leiksloka. Leiknismenn skjótast á topp fyrstu deildarinnar með 3-0 sigri hér gegn Þrótti. Sindri Björnsson, Hilmar Árni Halldórsson og Kristján Páll Jónsson með mörkin. Viðtöl úr þessum leik koma inn á fótbolta.net síðar í kvöld. Elvar G. Magnússon heiti ég og þakka fyrir mig.